Ég En þú heiti manst, Geirþrúður Fanney Bogadóttir og ég er LCF fulltrúa í umdæmi 109A og fyrir hönd LCF teymisins þá segi ég þennan fund settan og býð ykkur hjartanlega velkomin. Ég vil geta þess Takk. að fundurinn verður tekin upp og ég vil biðja ykkur að loka fyrir hljóðnemana hjá ykkur. Við munum síðan taka við spurningum eftir hver dagskrárlið. Spurningarnar er annarkvort hægt að skrifa inn á spjallið eða þá að biðja orðið. Efni fundarins eru málefni LCF og við hefjum dagskrána með því að fá kynningu á viðareldunarofna verkefninu fyrir Úkraínu. Það er fulltrúi Lions á Íslandi í stjórn verkefnisins, Björg Bára Halldórsdóttir, sem tekur til máls. Gjörðu svo vel, Björg Bára. Heyrðu, já, komið þið öll sæl og blessuð og bara gaman að sjá okkur öll og takk fyrir að koma. Ég ætla að fara aðeins yfir þetta nýja verkefni en byrja á því að segja að í fyrra vorum við með verkefni til hjálpar Úkraínu. Þar sem við söfnum fyrir rafstöðum sem í skóla og leikskóla og bara takk fyrir frábær viðbrögð. Þetta var bara mjög flott hjá okkur í fyrra og náttúrulega er þetta kjörið tækifæri fyrir okkur. Lions á Norðurlöndum, Lionsfélagar á Norðurlöndum er mjög öflugir við að styrkja verkefni alls konar í Úkraínu og fara þangað með heilu bílhlössin af alls konar hjúkrunargögnum, fötum og hvaðina. En núna er komið nýtt verkefni sem að Finnarnir sem voru með þetta í fyrra eru að starta þessu verkefni og það er vegna þess að í suðaustur Úkraínu þar er fullt af fólki sem að hefur hvorki rafmagn né eldsneyti, ekki olíu eða annað en eldsneyti, þannig að þeir Finnarnir, fundu það út að það væri mjög sniðugt að safna fyrir þessum ofnum sem eru eldunarofnar og framleiddir í Finnlandi og það er komið reynsla á það, búið að framleiða í Finnlandi í einhver ár eða áratugi, ég veit ekki. Og það er komið reynsla á þar. Það er bæði hægt að hita upp húsnæði og svo er hægt að elda sér mat eins og sést þarna á myndinni. Og markmið Bára, ertu að séra glæru? Ég sé ertu að deila? Ertu að deila? Ég sé hann ekki. Þið sjáu hann ekki, ok, þá er ég að fara tilbaka. Það er eitthvað að klika hérna. Hún kemur upp hjá mér. Getur verið að Bjössi þurfa að leyfa multiple sharing. Það er klárt sko, það er klárt. Afsakið þetta. Býtu, þá fer ég aftur hérna í. Þarna kemur hún. Er hún komin núna? Já. Ok. Lengst til vinstri. Þarna, já. Eruð þið komin með hana? Sjáuð þið glæruna? Já. Fyrsti hluti. Nei, þú þurft að fara þarna í from beginning, efst upp í, hún opnaði ekki. Ég kemst ekki í það. Nei, þá sjáum við það bara þarna til hliðar. Það er allt í lagi líka. Ég kemst ekki í það. En sem sagt, þetta var glæran sem ég var að tala um, sem sagt, fyrsti hluti og annar hluti. Og síðan er markmiði fyrir Ísland.
Ég er sem sagt koordinator fyrir Ísland í stjórn verkefnisins, alþjóðaverkefnisins og vinn þetta með LCIF teyminu á Íslandi. Og eins og við sjáum hérna, ég átti eftir að segja ykkur að þetta verkefni er samþykkt sem sagt af LCIF sem LCIF verkefni, þannig að þeir klúbbar sem eru að módel-klúbbar til dæmis eða aðrir sem eru að safna fyrir einhverju hjá LCIF að þeir fá þetta verkefni samþykkt, bara eins og hvert annað framlag í LCIF alþjóða hjálparsjóðinn. En sem sagt við LCIF teymið og ég settum okkur markmið að safna minnsta kosti 500 ofnum frá Íslandi og þáttöku sem flestra klúbba og það gerðum við vegna þess að klúbbar á Íslandi eru mjög duglegir að styrkja LCIF og auðvitað stefnum við að 100% stuðningi klúbba við LCIF á starfsárinu eins og öll önnur ár og með einum eða öðrum hætti. Hver ofn kostar 23.000 krónur, alveg komin á áfangastað og við tökum á móti náttúrulega öllum framlögum, stórum og smáum og það er ekkert of stórt og ekkert of smátt. Og hvernig gengur okkur? Við höfum nú þegar fengið framlög frá sem sagt fyrir 250 ofnum sem er helmingur af markmiðin okkar. Og það er svo skemmtilegt við það að við erum með yfir 50 einstaklinga sem að hafa lagt þessu verkefni lið frá 5.000 krónum og upp í 10 ofna. Og það er 26% klúbba samt, bara þess að fjórðungur klúbba þó að sem að hafa í fjölumdæminu sem hafa lagt þessu lið en við vitum af einhverjum sem eru með þetta í ferli hjá sér og eru að vinna þessu. En okkar framlag dekka núna 8,5% af heildarfjölda ofna sem búið er að styrkja eða búið er að greiða fyrir. Og þetta eru alveg frábær fyrstu viðbrögð frá Íslandi og sýnir að við höfum áhuga á því að styrkja svona stríðshrjáð fólk í Úkraínu. Og þetta færir okkur nær að komast í svona verkefni, það færir okkur nær Úkraínu og nær því að geta styrkt fólk þar. Lokafresturinn til þess að senda inn framlag er 15. mars en sem sagt í alþjóðaverkefninu er það 31. mars, við þurfum að hafa hana 2 vikur til að dekka til þess að senda peningin út og annað slíkt. Í verkefninu eru 28 þjóðir eins og er. Og við höfum safnað yfir 400.000 evrum sem eru 2.700 ofnar og áætlum að fyrsti farmurinn fari í næstu viku, það er heill trukkur með 900 ofnum. En síðan vikuna þar á eftir að gert ráð fyrir að það fari 2 trukkar, sem sagt 1800 og svo koll að kolli og framleiðslan er komin á fullt og fer náttúrulega eftir því hvað lagt er inn, hvað við pöntum mikið. En sem sagt, ég vona að þetta hafi fært ykkur eitthvað nær í upplýsingum þetta verkefni og bara hvet ykkur til þess að taka þátt með einum öðrum hætti. Öll framlög eru vel þegin, stór og smá. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Björg Bára, greinargóð kynning á þessu flotta verkefni og nú gefum við orðið laust ef það er einhverjar spurningar. Endilega notið tækifæri, rétt upp hönd eða setja inn á tjattið hjá okkur eða spjallið. Ekki einhver sem að vill spyrja einhvers. Og ef svo er ekki, þá... Ég skal opna þetta. Jæja, þá er það Hörður Sigurjónsson.
Gjörðu svo vel, Hörður. Bára, mér langar til að spyrja þig, einstaklingar sem að gefa, fá þeir það metið inn í klubbana sína sem styrk eða... Og þeir einstaklingar sem gefa, Já. að þeir ráða því hvert það fer inn á þeirra eigin reikning hjá LCF eða reikning klúbbsins. Það þarf bara að gefa það í upphafi. Og eins ef það fólk sem við hefum líka fengið framlög frá fólki sem fyrir utan LCF, fyrir utan Lions, sem ekki Lions-félagar, og þeir geta líka ráðið því hvert að þeir vilji færa þetta bara á fjölumdæmið eða einhvern sérstakann klúbb eða einhvern vin sinn eða ættingja eða hvernig það er. Það er sem sagt Lions-skrifstofan okkar að hún sér að koma þessu öllu á númer og sendir það þannig út. Þakka þér fyrir þetta, Takk Bára. fyrir. Eru fleiri spurningar? Ég sé að þarna komin spurning, er tímafrestur á að vera með og það er tímafrestur til 15. mars, þá verðum við að loka hér, eins og kom fram í máli hjá Björg Báru að þá þurfum við 2 vikur, eða við ætlum að gefa okkur 2 vikur til þess að koma peningum örugglega til skila. En ef það er ekki fleiri spurningar, þá viljum við bara halda áfram og þá er komið að Önnu Blöndal sem ætlar að fjalla 2 stór verkefni sem í gangi núna, þar sem klúbbar hafa óskað eftir styrkjum frá LCF. Gjörðu svo vel, Anna. Anna, við heyrum ekki í þér. Kemur glæran inn? Já. Þið sjáu hana sem sagt. Já, Já, takk já. fyrir. Sko, sæl verið þið öll og mikið gaman að sjá ykkur svona mörg, kannski fer eiginlega fram úr björtustu vonum og takk Bára fyrir kynninguna. En við erum að gera líka eitthvað hérna á heimavelli og það eru 2 klúbbar að vinna verkefnum í samvinnu eða með þátttöku LCF og það er annars vegar klúbbarnir Njörður og Víðar sem að leggja kraftana saman fyrir jöfnunarstyrk. Það þurfa að vera 2 klúbbar til þess að sækja jöfnunarstyrk og þeir eru búnir að leggja mikla vinnu í að gera umsóknina. Þetta er tölver vinna að gera þetta og þetta þarf að vera ítarlegt. En ég sá í pósti að þeir eru búnir að fá verkefnið komið í ferli og komið með verkefnisnúmer. Og það sem þeir eru að gera, þessir heiðursmenn allir, það er að kaupa tækjabúnað fyrir Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Og þetta er búnaði til heyrnarskimunar fyrir nýbura á Íslandi og meiningin náttúrulega að ná öllum. Og þetta er líka fyrir skimun og greiningu og ráðgjöf og meðferð fyrir heyrnarskert börn eða heyrnarlaus börn og endurhæfingu fyrir þessi börn. Og markmiðið er að útbúa Heyrnar- og talmeinastöðina sem að þjónar heyrnarskertum og heyrnarlausum börnum á Íslandi, svona mæli- og greiningabúnað sem er nauðsynlegur til þess að veita alhliða þjónustu og auka greininguna, semst að greiningin sé nákvæmari og betri. Og er það næsta? Kemur hún inn núna? Kom næsta glæra inn? Nei, hún er ekki komin inn. Ég sé þetta nefnilega ekki. Sjálf. Svona, kemur hún núna? Með Lions-klúbbinn Hæng. Nei, hún er ekki komin inn. Nei. Ég nefnilega hætti að sjá fundin leið og ég njú sér og það er
Er þetta sitt guð glærusjóð hjá þér? Nei, þetta er bara eitt, en sko ég er með 2 skjái hérna. Já. Þú getur bara að prófa að hætta að deila og... Þarna kemur hann. Er það ekki? Kemur Jó. ekki hængur núna? Jú. Og þeir eru náttúrulega stórhuga hjá hæng ásamt því að taka myndarlega þátt í þessu eldavélaverkefni. Þá ákváðu þeir í október á síðasta ári að gefa nýjan bíl til skammtímavistunar fatlara barna. Þetta er ekkert ódýrt, þetta kostar tæplega 15 milljónir. Þeir ákváðu að bæta þessu svona við og þannig er verið að endurnýja bíl sem að Lions-hreyfingin gaf árið 2010 og þetta fyrir afrakstur rauðra fjöður og þá var þetta sem sagt fjölumdæmi sem að stóða að gjöfinni. En þeir eru sem sagt einir í þessu núna og þessi bíll er náttúrulega orðinn gamall og mikið viðhald á honum þannig að þetta verður mikil breyting fyrir skammtímavistunina. Og hann er að öllu leyti betri heldur en sá gamli því hann er sérútbúinn fyrir hjólastóla og það er hjólastóla lyfta. Þannig að það er miklu auðveldara að koma börnunum inn og út, þeim sem eru hreyfihömluð. Og þar að auki þá er þetta rafmagnsbíl, þannig að við erum að, þetta er umhverfisverkefni í leiðinni. Og Björn er nú hérna með okkur, þannig að hann getur nú kannski svara meiru verkefnið sjálft ef einhverjar spurningar eru. En þetta er sem sagt glæsilegt verkefni hjá þeim hængsmönnum að endurnýja þennan bíl. Og þetta er gert með sem sagt endurgreiðslustyrk frá LCF. Sem sagt endurgreiðslustyrkurinn fæst ef að klúbbur leggur $5.000 eða meira inn í LCF á einu starfsári. Þá geta þeir svona geymt peningarna, safnað upp peningum ef þetta er mörg ár og fengið svo endurgreitt 15% af framlaginu ef þeir ráðast sjálfur í stór verkefni. Jöfnunarstyrkurinn hins vegar sem við vorum að tala áðan hjá Víðari og Nýrði, þá safna þeir upphæð og fá svo sömu upphæð á móti frá LCF. LCF jafnar framlagi þeirra og það sem er lagt fram það er heildarkostnaðurinn og svo er sótt styrk fyrir helming. Þetta er svona 2 af þeim styrkjum sem er í boði hjá LCF en þeir eru margvíslegir. Einhver sem vil spyrja mig eitthvað sem ég get mögulega svarað? Enginn að spyrja neitt. Allt svo skýrt hjá þér, Anna, þannig að Allir vita allt. allir hérna bara sattir að þessum upplýsingum. Þakka þér fyrir þetta og þið getið þá bætt en við á eftir ef einhverja spurninga vakna. En við höldum þá áfram. Þá ætlum ég að stoppa. Þá ætlum ég að stoppa. Þú stoppar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Guðrún Björt Ingvadóttir, fyrrverandi alþjóðaforseti Lions og fyrrverandi formaður stjórnar LCF, það því miður ekki verið með okkur hér á fundinum í Björn. En hún sendi okkur upptöku af ávarpinu sínu. Og nú vil ég biðja Björn Guðmundsson að bregða sér í hlutverk tæknimanns og við getum fengið að heyra í Guðrúnu. Gjörðu þið svo vel. Jón. Já. Hvar var þetta aftur? Var þetta í... Mella Play. Já, það styrist hérna hljóðið á... Já, varstu ekki búin að deila því þá náðan? Jó, nú er ég að byrja aftur að deila, sko. Já, ég held að það eigi að hanga frá því. Prófaðu bara að keyra á þetta. Komiði sæl og blessuð. Mér langar til að byrja að þakka þessu frábæra LCF teymi fyrir að halda þennan fund og kynna sjóðinn okkar allra. Alþjóða hjálparsjóð Lions, LCF, og vera svona virki að miðla upplýsingum. Það er þannig að samskipti er lykill að árangri. Ég er líka þakklát ykkur sem taki þátt í kvöld og vilji vita meira þennan öfluga sjóð sem er einn sá sterkasti og virtasti í heimi.
og hefur fengið margar viðurkenningar sem slíkur. Það er LCF sem gerur okkur kleift að sinna mikilli neyð, vinna kraftaverk víðum heim, að breyta heiminum og gera hann að betri stað. Alþjóðaforsetinn okkar í ár, Patty Hill, leggur einmitt áherslu á aukna þjónustu, fleiri verkefni, meiri hjálp, með áherslu orðum sínum í Changing the World, að breyta heiminum í litlum skrefum. Við breytum einu lífi í einu, við breytum einu samfélagi í einu. Markmið okkar hjá LCF í ár er að safna $52,5 milljónum. Hvað gerum við svo við peningana? Leggjum í banka, ávöxtum vel, því við notum vaxta og fjármagnstekjur til að reka LCF. Ekkert að gjafafé fyrir reksturinn. En aðalmálið er náttúrulega að eyða þessum peningum, að styrkja góð verkefni, að láta peningana vinna. Við veitum styrki jafnt og þétt, en stjórn sjóðsins fer yfir umsóknir og samþykkir á stjórnarfundum 3 á ári, ágúst, janúar og maí. Styrkir vegna náttúruhamfara eru afgreiddir strax, leið og umsóknir berast. Það sem af er þessu ári, frá júlí 2023 til janúar 2024, höfum við veitt $35 milljón í styrki og árið bara hálfnað. Við þurfum að gefa í. Þar af eru styrkir vegna náttúruhamfara tæpar $9 milljónir. Upplýsingar og umsóknareyðublöð er á vefsíðu LCF og Anna Blöndal hefur þýtt þetta allt saman, en breytingar sem voru samþykktar í janúar verða kynntar fljótlega. Þær breytingar eru aðallega til að auka sveigjanleika og koma betur til móts við legansklúbba. Ef klúbburinn ykkar hefur áhuga á að sækja styrk, er best að fá LCF teymið til að aðstoða við umsóknina, til að allt sé pottþétt. En hvað er verið að sækja hvers konar verkefni? Það eru mismunandi verkefni í gangi. Það eru allstaðar mismunandi þarfir. Það er athyglisvert að þegar Norðurlöndin eða Lions á Norðurlöndum er að sækja styrk, er það oftast vegna verkefna sem þeir eru að vinna í Afríku. Til dæmis að grafa eftir vatni, byggja brunna og veita vatni til heimila, sjúkrahúsa og í landbúnaðinn. Svíar fá styrk til að kaupa neyðartjöld sem send er á hamfarasvæði. Fjöldamörg önnur evrópsk landslönd sækja til verkefna í Afríku, Asíu og Mið-Ameríku og þar sem neyðin er mikil. En þegar þau eru að sækja eitthvað heima fyrir, tengist það mjög oft börnum eða fötluðum. Af því á fundinum áðan var kynnt eldavélaverkefnið fyrir fjölskyldur í Úkraínu, og skulum við skoða aðeins hvað LCF hefur gert varðandi Úkraínu. Nokkrum dögum eftir innrásina var ákveðið að mæta þessari neyð með disaster relief eða hamfarahjálp sem er styrkur vegna hörmunga. Við tölum oft neyðastyrki, stórslysastyrki eða náttúruhamfarir. Lions félagar voru hvattir til að styrkja þann sjóð og merkja framlögin Úkraínu. Hamfarastyrkur vegna fólks á flótta. Heimurinn brást vel við og það safnaðist á rúmu ári hátt í $10 milljón sem hafa verið notaðir til að styðja klúbba í Úkraínu og klúbba í löndunum í kring sem hafa verið að taka á móti flóttafólki og veita mikla þjónustu. Til dæmis fyrstu hjálp, mat, föt, lyf, húsnæði og fleira. Það er ekki lengur verið að safna með þessum hætti, en það er enn hægt að sækja styrki til hamfarasjóðsins vegna flóttafólks frá Úkraínu. Það heldur áfram. Til dæmis í janúar síðastliðinn var veittur $500 milljón styrkur til umdæmisins Úkraínu vegna fólks á flótta innan Úkraínu og $150.000 í Lions Quest til að byggja börn
í Úkraínu. Í Úkraínu er 31 klúbbur með 688 félaga. Á þessum árum hafa 20 önnur lönd fengið rúmlega $6 milljón styrki, til dæmis Pólland, Finnland, Þýskaland og fleiri lönd. Lions-klúbbar út alla Evrópu hafa verið að hjálpa beint, senda peninga eða nauðsynjar beint til klúbba eða á svæði, en sumt af þessu fór ekki á rétta staði og var kannski ekki það sem vantaði á þessum tíma á þessum stað. Þess vegna tóku Lions-leiðtogar í Evrópu höndum saman og fóru að skipuleggja og ráðleggja. Þá urðu til verkefni eins og rafstöðvarnar í fyrra og eldavélarnar núna. Ísland er lítið Lions-land og við getum ekki gert mikið ein og sér. Þess vegna er svo dýrmætt að geta verið með í svona verkefni sem skiptir sköpum. Með hinum Norðurlöndunum og fleiri löndum sem hafa bæst í hópinn. Gangi ykkur vel með þetta verkefni. LCIF styrkir Lions-klúbba til að vinna stærri Lions-verkefni. Það var margir spurt líka. Hvað með Ísrael og Palestínu? Lions-klúbbar þar hafa líka fengið styrki vegna átakana fyrir botni Miðjarðarhafs. Í Ísrael eru 25 klúbbar með 665 félaga sem hafa sótt og fengið 2 styrki, alls $35.000. Í Palestínu á Vesturbakkanum eru 4 klúbbar með 90 félaga sem hafa sótt 1 styrk og fengið $10.000. Eitt í viku, það var margvíslegt samband eftir að mislingar fóru að breiðast út í Evrópu og spurt mislingaátak Lions. Ein sprauta, eitt líf, eins og það hét 2010. Margir muna eftir Bill Gates þar sem að hvetur fólk til að styðja mislingaátak Lions og hælir okkur fyrir það. Við vorum í samstarfi við Gates þá og erum það ennþá. En þessu átaki í þessari mynd er lokið, en við höldum baráttunni gegn mislingum áfram og erum að bólusetja gegn mislingum og rauðum hundum í sömu sprautu í Afríku og Asíu, í samstarfi við Lions-klúbbana þar. Þar breiðast mislingar út vegna fátæktar og skorts á heilbrigðisþjónustu. Í Evrópu breiðast mislingar út vegna ákveðins kæruleysis, misskilnings, en Lions-félagar eru beðnir að hvetja til réttrar umræðu. Við erum undir verndarvæng EA2030 sem er alþjóðleg bólusetningaráætlun á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Við fjármögnum verkefni með Gates Foundation eða með GF, þar sem GF borgar 50% og Lions hin 50%. Og svo sjá Lions á staðnum framkvæmdina, þar sem er bólusett. Þessar bólusetningar stöðvuðust í heimsfaraldrinum, en eru farnar af stað aftur, hægt og bítandi. Þannig er þetta, verkefni koma og fara og breytast, en það er áfram mikil þörf fyrir LCF og framlög okkar Lions-félaga. Mig langar líka til að segja til hamingju Ísland fyrir einstaka þátttöku í Campaign 100 og höfðingaframlög. Kæra þakkir fyrir ykkar mikilvæga stuðning og gangi ykkur vel. Og við þökkum Guðrúnu Björtu fyrir þetta fræðandi og hvetjandi ávarp til okkar. Og mér langar kannski bara að nota, að því við erum svolítið vel tímasett, að nota tækifærið og ef þið viljið ræða eitthvað eða koma eitthvað inn á það sem að Guðrún ræddi þó að sé ekki beinlínis spurningar, en ef við getum svarað, þá er opið fyrir það núna, ef þið viljið gefa merki, taka til máls. Og það er nú staðreynd að Lions-félagar á Íslandi eru vel upplýstir. Við erum dugleg að kynna okkur og fylgjast með, en alltaf er nú eitthvað sem að kannski maður vill spyrja út í. Það er enginn sem gefur merki og þá er nú bara að síga á seinni hlutann á þessum fundi.
Okkur í LCF teiminu, okkur fannst tilvalið að nýta þennan auka dag á árinu 2024 til þess að fjalla sjóðinn okkar. Og ég vil leið og ég þakka fyrir mig og þakka ykkur fyrir góða fundarsetu, biðja Björn Guðmundsson, LCF stjóra í fjölundæmi 109, að eiga loka orðin. Gjörðu svo vel, Björn. Þakka fyrir Geirþrúður og mig langar til að þakka öllum þeim sem að tóku til máls og kynntu. Þetta er þannig að þetta hefur verið nokkur vinna að koma þessu heim og saman, meðal annars prufukeyrsla á netmálunum í gær. Þið sáu nú að það var ekki vanþörf á því. En mig langar aðeins kannski bara til að koma svona inn á þessar gjafir og það svona aðeins frá svona mínu sjónarhorni og kannski Úkraínustríðið. Að þetta er þannig að okkur finnst oft erfitt að gefa vegna þess að við finnum ekki þörfina. En þegar að stríðið er svona nærri okkur og það upplifðum við sterkt þegar við fórum á NSR-þingið að það er raunveruleg ógn að mati Norðurlandaþjóðanna þessi nálægð við Rússana. Og þeir segja einfaldlega að þeir gætu bara komið og hér gætu verið barist á okkar löndum og þess vegna er náttúrulega þessi þetta er svo eldavélarnar og rafstöðvarnar, þetta er svo nálægt þeim og við getum staðið fyrir þessu að þurfa að nota þetta sjálf. Út af því að fólki sem er að nota þessar gjafir okkar úti núna voru bara einu sinni rafmagnsverkfræðingar, tónlistarkennarar, fasteignasalar, bókarar, bændur og svo framvegis fyrir 2,5 ári síðan. Þannig að oft er nú neyðin nær okkur heldur en að við okkur grunar sem betur fer. Mér langar bara til að hvetja ykkur til þess að segja frá fundinum, frá verkefnunum, frá möguleikunum og frá tækifærunum í ykkar nágrenni, í ykkar klúbbum og líka bara á ykkar hvað heitir það, vinnustöðum og kaffistofur og hvar sem er. Og þið eru okkar sendiherrar og ef að við getum aðstofað, þá gerum við það svo sannarlega. Geirþrúður, þakka þér kærlega fyrir fundarstjórnuna og ég ætla bara að fela þér það að slíta fundi. Takk fyrir mig. Við erum bara 3 mínútur fram yfir, ég ætla að benda á það, hvað við erum skipulögð. Takk fyrir það, takk fyrir orðin þín Björn og takk fyrir tímamælinguna Anna. Og ykkur öllum vil ég þakka fyrir að koma og verja þessari stund með okkur og tek undir orðin hans Björns. Við skulum bera út þess sem við urðum áskynja á þessum fundi og það sem við vitum og við skulum nýta okkur líka í leiðinni allar flottu auglýsingarnar sem að koma inn að Lions leggi lið og við viljum hvetja alla til þess að kynna sér út á hvað Lions gengur. Hjartans þakkir fyrir þessa stund og þið vitið við hverja þið eigið að hafa samband ef að þið viljið fræðast eitthvað meira LCF því við erum boðin og búin að koma á fundi, bæði í raun og líka með erindi bara á netinu. Takk ykkur fyrir og ég slít þessum fundi hér með.